Hi, Tony. Great way to end the league. Yeah, it was a great win today, especially against Ipavov. We've never beat them before. So I think it was just a great team win and a great way for us to end the season, and now we can focus on Champions League going into that on a good note. At the moment you are in the 4th position. Disappointing season or? I wouldn't say it's a disappointing season. I think there was a lot of pressure on us this season, especially after winning the title last season, and sometimes the ball didn't bounce our way. We didn't get the results that we wanted, but I thought that throughout the season we played quality football, and sometimes you're not always going to get the win, you're not always going to get the result, but we played the way that we wanted to, and I think that is something good to take away from it. And I think that altogether it was still a really good season, and we still have things to look forward to. I noticed here just before the interview that you had a beautiful tiara on your head. A tough game today? Yeah, it's always a tough game against IBV. The first half collided with the goalkeeper and got a nice big goose egg on my forehead. So, but they're always a tough opponent, and I'm just glad that we could end the season with a big win against them. What about our next games in the Championship League? Looking forward? I'm so excited. We have a lot of time off now, and we can kind of get some rest and then start working hard towards that. I've never played on such a big stage as the Champions League, and I don't think any of the girls have either, so I think it's going to be a really exciting and fun experience. Thanks, Tanya, for a great summer. Oh, thank you. Jóhann Gunnar Kristinsson, Jói, spekingur okkar Þórsara, eins í benn fullir að þetta sé fyrsta skipti sem að Þórkáa leggur IBVF í efstu deild. Til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir og sömuleiðis bara. Við verðum að trúa Einari, hann lýgur ekki. Nei, hann klikkar ekki á svona smá atriðum. Nei, tölfræðin er með Einari í liði og við verðum að treysta því 100%. Semur Jói, hvernig getur við sagt að það hafi allt gengið upp í dag, eða kannski eins og þið hafið lagt upp með? Nei, það er alls ekkert svoleiðis. Það er bara þegar að þessi frábæri hópur hjá okkur allur leggur sér svona í leikina þá gerist þetta. Þetta er ekkert flóknari það. Það snýst ekkert hvar markmaðurinn stendur í hornspyrnum eða hvert við spörkum boltanum með risti eða eina hóttar hefur skjótt 2 markið eða eitthvað uppsett atriði á einhverju töflu. Þetta er bara þegar að hópurinn leggur sér svona í þetta og ætlar sér hlutina, þá geta þær sjá það núna. Það er bara því miður, það er svona við erum að reyna ekki, ég baðar að stelpunarnir í klefa, ekki að pirra sig á döpru gengi í sumar eftir þessa síðustu 2 leiki, en það er auðvitað ekkert mál að verða svo lítið svona súr og svektur þegar maður hugsa tilbaka og sér núna virkilega liðið sitt bara alveg heitt geisla inn á vellinum og þá svona svolítið svektur að hafa ekki bara spilað svona í allt sumar. Þær voru virkilega sprækkar í dag og það var mikill vilji sem bjó í liðinu og það er svo sem engin ástæða til þess að vera neitt að velta sér upp úr því sem voruð er. Þetta er ekkert búið, nú er bara meistaradeildin og það er bikarr í boði. Já, það er bikarr í boði öllum keppnum og við förum alltaf hjólum inn í þetta með hausinn undan okkur eins og í hinnu og við nú er tímabili búið þó að meistaradeilda sé eftir þá er þessi íslensku keppni búnar og við vorum 4. besta liðið sennilega 4. besta liðið í deildinni og við vorum næst besta liðið í bikarkeppninni, þannig að við fórum ekki þangað sem við vildum, en við fórum svona nærri því. Við förum kannski út úr þessu tímabili og ordnum okkur við góðan endi og meistarakeppnina í vor en framistæðan, fyrst að minnast á það, framistæðan hérna í dag, hún er stelpurnar skulduðu sjálfum sér og fólkinu sem er búið að koma og hvetja þær hérna í sumar og þær vildu gera eitthvað fyrir það, þannig að það er til einhver áhörnundum og stuðningsmönnum algjörlega þennan sigur. Og þessi lokatölur 3-1, það er eins og leikurinn spilaðast og vegum slá áskotana þannig að hann hefði allt eins gett orðið stærri.
Já, okkur hefur verið svolítið svona mislöður yfirbein fyrir framan markið í sumar og það var meiri segið þessu leik þó við höfum skorað 3 mörk en 8 mörk í síðustu 2 leikjum á móti Breiðablik og IBVF ætti náttúrulega svona bústa svolítið sjálfsálitið og svona sjálfstraustið hjá okkur þannig að það ágætt að fara með það inn í pásuna sem við tökum núna eftir þetta mót og komum svo bara hress og kátt í undirbúningi fyrir meistaradeildina, þetta gott við ennast í það. En þannig að nú náttúrulega stutt en samt langt undirbúningstímabil framundan fyrir meistaradeildina því að það náttúrulega svo sem lítið spilum að einhver æfingaleiki hverja þeirra svona Við spilum við stráka hérna í Þór og ætlum að nota annan flokkin sennilega til þess og fá svona erfið æfingaleiki til þess að undirbúa okkur og það verður svona, þetta verða æfingar og svona leiki við þá og skoðum hvað við getum og reynum svona að hnýsast til anstæðinginn. Þetta undirbúningstímabil svo sem ekki rosalega langt hjá okkur. Við tökum, þetta verða 2 vikur rétt rúmar. Tökum góða pásu núna og svo 2 vikna törn og svo bara lag góð í Rússland. Jói, ég segi til hamingju með sigurinn í dag og bara notið tíma vel fram að meistaradeildinu og gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis.